Komið sæl og velkomin á þennan fyrsta hádegisfyrirlestur vormessis hjá RIK. Ég heiti Gunnþórunn Guðmundsdóttir, ég prófessor í almennri bókmenntafræði og ég ætla að fara hér með fundarstjórn í dag. Fyrirlesari dagsins Hólmfríður Garðarsdóttir. Hún prófessor í spænsku og sérfræðingur í málefnum Rómönsku Ameríku, þá einkum bókmenntum og kvikmyndum. Í erindi Hólmfríðar í dag verður leitað svara við því hvers vegna umræða umhverfis- og loftslagsmál fer ekki hátt í fjölmiðlum Rómönsku Ameríku og spurt hvaða skilning íbúar hennar leggja í merkingu hugtakanna og hvaða áhrif þessi skilningur hefur á aðstæður ólíkra þjóðfélagshópa. Hólmfríður veltir einnig upp spurningunni hvers vegna ríkjandi hugmyndir iðnaðaruppbyggingu sem karllæga og umhyggju fyrir framtíð dýra og manna sem kvenlæga ráða enn ríkjum. Réttindabarátta frumbyggja og ásælni auðkýfinga og alþjóðafyrirtækja koma þar meðal annars við sögu. Gjörðu svo vel, Hólmfríður. Komið sæl og takk fyrir að koma. Ég ætla annars vegar að lesa stutta texta en síðan að fjalla líka efni á glærum sem eru hér uppi og svo hlakka ég mjög til að eiga við okkur samræður í lokin. Það spurði mig áðan hvað ég yrði lengi og ég sagði allan dag og því var ekki vel tekið, þannig ég ætla að reyna að vera svona 40 mínútur og svo spjöllum við saman í lokin. En eins og kom hérna fram í kynningunni þá eru loftslags- og umhverfisumræðan, þá hefur hún ekki farið hátt í löndum Rómönsku Ameríku en henni vex ásmegin og það núna bara á allra síðustu árum. Lengi vel var litið á málið sem vestrænt og í merkingunni að það væri sukk iðnríkjanna sem væri að ræða og þau þurftu sjálf að þrífa upp og taka til eftir sig. En eins og flestum löngu ljóst að þá jörðin ein og við erum öll samábyrg velferðennar og yngri kynslóðir álfunnar eru þær sem eru óðum að vakna upp við þann vonda draum að verkefnin framundan eru ærin. Ég ætla sérst að byrja á að kynna fyrir ykkur nokkrar af baráttu konum álfunnar sem allar koma úr röðum frumbyggja og ég var svolítið lengi að einhvern veginn ákveða frá hvaða einhvern veginn sjónarhóli ég ætla að taka þessa umræðu í dag og ákvaða á endanum að halda mig svolítið við frumbyggjana og horfa úr þeirra átt eftir því sem að kostur gefst. En því næst ætla ég að beina sjónum á efnahagsmálum því að það verður ekki fjallað umhverfismál öðruvísi og hvaða árekstrar eru helst ákallandi og áskoranir sem að fólk stendur frammi fyrir. En hvað hér? Þessi heiðurskona, Berta Cáceres, hefur orðið að táknmynd umhverfisverndar í Rómönsku Ameríku. Hún var drepin árið 2016 í rúminu heima hjá sér, hafði fengið sér síðdegisblund eftir að hafa verið á göngu frá einu af smáþorpunum í Honduras. Hún bjó á svæði sem tileinkað eða úthlutað til indíánasamfélaga, einu af indíánasamfélagunum í Honduras, þau eru 7 og hennar helsta baráttumál var vatnsaflsvirkjun sem var verið að byggja og hefði lagt þorpið hennar undir vatn og hún ekkert faratæki þannig hún fór fótgangandi Honduras fram og tilbaka til að leggja þessu máli lið. Það hefur enginn verið ákærður fyrir morðið á Bertu og enginn þar að leiðandi gerður ábyrgur fyrir því en kenningarnar eru 2 að það hafi verið svona einkaherjir þeirra sem að fengu útluta réttinu til að byggja stífluna sem var ítalskt stórfyrirtæki eða einfaldlega stjórnvöld í landinu. Þessi ágæta kona, Señora Rivera, heimsþekkt baráttukona, ferðast allan heim og skapar ákveðna samstöðu hreyfingu meðal indíánakvenna í allri Ameríku og þá á ég við frá Kanada og niður til Argentínu eða Chile.
og hún hefur komið á laggirnar svona samstöðurhreyfing og samtökun Enlace er það kallað sem er eiginlega eins og teyjuband Continental og þá leggur hún áherslu á það að Ameríka er ein frá norðri til suðurs og sérstaklega þegar kemur að aðstæðum frumbyggja og tengslum við náttúruna. Patricia er af ákveðnu þjóðflokki í Ekvador. Í Ekvador er eins, það eru 7 stórar indíána þjóðir sem er að finna í Ekvador, tala fjöldan allan af tungumálum. Hún fer fyrir einum, er eiginlega eins og talsmaður, einn af þessum þjóðflokkum, Kichwa fólksins, og hefur sætt alls konar ofbeldi og ofsóknum, líkamlegum, andlegum, undanfarið fyrir það að vera talsmaður þeirra og berjast gegn olíuleit og olíuborun á heimasvæði síns fólks. Bernanda Pessoa frá Paraguay sem við heyrum nú yfirleitt ekki mikið af en er land þar sem að hlutfall frumbyggja er mjög hátt af íbúin landsins og hennar áherslumál er biodiversidad sem hefur verið þýtt á íslensku sem líffræðilegu fjölbreytileiki og í því felst í rauninni að berjast á móti eða standa vörð að land sé tekið, sé rutt til ræktunar á alfa sem að er planta sem að Kínverjar kaupa núna í stórum stíl frá löndum Rómönsku Ameríku og hefur verið lagt stór hlutar Argentínu, Uruguay eru núna að skipta hvað þau rækta eða það sem að ræktað er á stóru hluta lands og þessi ágirni eða þörf Kínverja fyrir þessa ákveðnu vöru gerir það að verkum að land er rutt og Pessoa hefur verið, hún var að koma á kajak niður fyrir utan Asunción þegar að henni komu 2 aðrir sem velta henni koll, hún lifði það af en ásóknirnar eða ofsóknirnar eru með mismunandi hætt eftir löndum en þær eru einhvern veginn endurteknar. Milagros Sala er nú eina mínum uppáhaldskonum, hún er pínu lítil og mjó, kemur úr nyrstu byrðum Argentínu fyrir sunnan landamæri Bogotá, bæ sem heitir Jujuy og situr í fangelsi fyrir að hafa ráðstafað opinberu fé sem stjórnvöld í Argentínu ákváðu að úthluta til að bæta búsetuskilyrði frumbyggja og með í planinu fylgdi kort, teikningar af stórblokkum sem átt að byggja og Sala tók við fénu fyrir hönd samtaka frumbyggja á svæðinu og sagði já, þessu verður öllu komið á rétta staði og við munum vinna að því að bæta búsetuhætti eða aðbúnað frumbyggja en það sem hún gerði var hún tók féð út úr banka og svo labbaði hún og hún labbaði og lét fólk hafa sem bjó í leirkofum út allar koppagrundir upp til fjalla og til þess að það gæti keypt slöngur fyrir vatn eða eitthvað annað sem vantaði og hún situr í fangelsi, hún fikk 13 ára dóm fyrir þetta brot í starfi eða mismeðferð fjár. Hún er þegar búin að setja inn í 5 ár og það er endalaust verið að taka við hana viðtal og reyna að sækja þetta mál að nýju til þess að og hún stendur fast við sitt, vísar í orð fyrrverandi forseta Kirchner, frú Kirchner að hún hefði vitað málið en Kirchner hefur ekki gefið kost á svörum hvort þetta hafi alvörun og hún hafi vitað að með þessum hætti myndi hún fara með þetta fé. En þær eru margar aðrar. Þessar eru einungis nokkrar og þær eru þarna og ég var að reyna að finna konur frá mismunandi löndum af því þetta er ekki bundið við bara Mið-Ameríku eða bara Andesvæðið eða Brasilíu eða Guatemala, Mexiko, Panama, Peru, Ekvador, Paraguay
Þannig að þessar áskoranir eiga við alla álfuna og auðvitað hefði alveg verið hægt að taka alla Ameríku saman og tengja baráttu frumbyggja í Mið- og Suður-Ameríku við það sem að gerast í norðrinu, til það hafa verið sköpuð þessi samtök sem að fara yfir landamæri. En það eiginlega athyglisvert að spyrja sig hvað það sem að eða hvers vegna þetta svona mikið mál. Af hverju eru þessar konur sífellt að standa frammi fyrir þessum hættum, ógnum, ef ekki dauða, í baráttu sinni fyrir málum sem að mörg hver eru ákaflega takmörkuð eða svæðisbundin. Þær eru ekkert endilega farinir á þing og setjast eins og Greta fyrir framan þingið og minna alla á, heldur að berjast fyrir svæðisbundnum úrlausnarmálum. Og til að nálgast umræðuna og ef til vill öðlast einhvern skilning á sinnuleysinu sem virðist hafa ríkt, þá vert eða fer vel að þekkja hugtakið Pachamama sem kemur úr tungumálum frumbyggja Andrésfjalla hjá einkonum sem aðallega búa Perú, Bólivíu, vísar það til móður sólguðsins sem var jú aðalguðin hjá einkum. Frjósemi skyðjunnar sem ræður sprettu og uppskjöru en ber einnig fjöllin á herðum sér. Hún viðheldur líf á jörðinni, hún móðir jörð. Quechua fólkið sem að býr í Paraguay, Norður, Argentínu, örfáir og Bólivíu, notar hugtakið í ögn víðari merkingu, því hjá því vísar Pachamama til fyrirbæri eins og vatns, jarðar, sólar og tungls. Hugtakið tjáir einnig upphaf og uppruna, hvort heldur manns eða náttúru. Og til að tengja fortíð og nútíð þá fyrir einnig vel á því að rifja upp að á tímum hernáms Evrópumanna á Ameríku var kerfisbundið unnið að því að kristna þarlend samfélög og átrúnaður indjána gerður tortryggilegur, ef ekki djöfurlegur. En til þess var studdust prestarnir, spænsku, trúboðarnir, gjarnan við það að útskýra eitt fyrirbæri með öðrum og til varð eins konar brú á milli skilningsins á Maríu mey og Pachamama. En jaðarstaða Maríu meyjar innan kristni, því faðurinn, sonurinn og heilagur andi voru í aðalhlutverkum, stuðlaði þannig beint og óbeint að því að hugmyndunum Pachamama að hún varð einnig jaðarsettari en hún hafði verið áður. Markmið nýlendu herrana var að njóta ágóða og fá sem mest út úr jarðnæðinu og auðlendum nýlendnanna. Land var uppstýrun og stórum stíl og það sem var ræktað var það sem Evrópumenn ágindust. Og síðar þegar auðlindir eins og gulli góða, silfur, kopar og olía fundust, að þá var sama fyrirkomulag auðvitað haft í heiðri og hafði fest í sessi. Afkomendur Evrópumanna skipuðu sér í stétt landeigenda og þetta þekkið þið auðvitað öll og röðuðu sér í valdastöður og sitja þar enn á sama tíma og frumbyggja samfélögin. Þau sem héldu velli og lifðu af hörfuðu lengra inn í skógana og eða lengra upp til fjallana. Álfan varð að forðabúri norðurs. En þann dag í dag kemur fjármagnið að miklu leyti í stórframkvæmdir úr norðri, vinnuaflið heimaræktað og ódýrt og ágóðinn rennur opnar æðar Rómönsku Ameríku eins og fræðimaðurinn Eduardo Galeano vísa til í bók sinni Las Venas Abiertas de América Latina sem eitt svona grundvallarrit í félagsfræðum og Suður-Ameríkufræðum en þann dag í dag þó hún sé skrifuð 1971 og það flæðir til aðlega nú til dags til Bandaríkjanna, Kanada, Evrópu og nú allra síðast til Kína. En hver þessi auður sem að sóst eftir og forðabúr hvað?
og því má skipta eiginlega í 3 hluta stóra sem ákaflega einföldun. Þetta er 400 manna heimsvæði sem að ræða. Bara í Brasilíu búa 220 milljónir. Þannig að, en það eru til samtök eða stofnun innan Sameinuðu þjóðanna sem kallað CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, og í þeirra skýrslum kemur fram að útflutningur á sviði landbúnaðar eru aðalega kjöt frá Argentínu, fiskur, og það aðalega frosinn krabbi úr Karíbahafinu og heitari frá Mið-Ameríku, korn, bananar, kaffi, sykur, tóbak, áfengi, rom sett í svega fyrir aftan. En þegar það kemur að auðlindum, náttúruauðlindum, að þá auðvitað olía, gas og málmar, það sem flæðir þessar opnu æðar, en því til viðbótar eru timbur, pappisvörur, vefnaðarvörur og þá aðalega bómull, og síðan það sem mér fannst einna athyglisverðast voru afskorin blóm, hugsið ykkur, á tímum flug umræðunnar. En í málmunum eru það járn, kopar, silfur og sink sem kemur þarna. Þetta eru hráefnin sem að ræða sem að setið þessum öruggu höndum en til þess að þetta geti orðið að þá byggir auðvitað allur þetta flæði á ódýru vinnuafli. Og vert að hafa í huga að 10% íbúa Rómönsku Ameríka býr við örbirgð, og ef við höfum í huga það eru 400 milljónir manna, að þá þetta fjölmennur hópur. 30% býr við fátækt, og miðað við skýrslu CEPAL að þá eru 15% Bandaríkjamanna sem búa við fátækt samkvæmt sömu viðmiðunum. En einhvern veginn verður þetta þá til þannig að það að ræða annarkvort vel nýtt eða arðrænt, það eftir hvaðan þú skoðar þær tölur, suður, gagnvart, með, gengt þessu auðuga norðri. Og það sem hefur auðvitað líka haft áhrif á þessa stöðu og þessi samskipti að sjálfsmynd Rómönsku Ameríku var og að einhverju hluta enn löskuð. Hún var minnimáttar kennd gagnvart norðrinu sem alltaf hafði leiðir til úrlausna á meðan heima fyrir tókst ekki að ná. Og í félagsfræðinni Glasgow sem eru stór samtök félagsfræði deilda háskóla Rómönsku Ameríku þessa mundir einmitt verið að vinna rosalega stórt rannsóknarverkefni það hvernig það að allir íbúar Rómönsku Ameríku af ólíkum uppruna hefur það áhrif á það hvernig eða af hverju svona illa gengur að ná samstöðu í baráttunni fyrir mörgum málum. En ef við höfum í huga þessar landbúnaðar, iðnaður og ódýrt vinnuafl, að þá eru alls konar áskoranir sem að þá koma upp. Og það eins og áburður og skordýraeitur, og þá meina ég gagnvart náttúruvernd. Áburður og skordýraeitur í landbúnaði, og þaðan eru útflutningstekjur mjög margra landa álfunnar eru sprottnar. Efnin berast út í fæðukeðjuna, skolast með rigningavatnin í árnar, vatnsbólin og enda að lokum í hafinu. Það eru vaxandi þurrkar á mörgum svæðum. Ég var í Chile núna í nóvember og skógareldar út allt og öllu kennt breytingu á loftslagsmálum sem væru valdandi því. Á svæðum næri höfuðborginni hafði ekki rignt vatnsdropa í 3 ár. Og það hefur auðvitað áhrif á aðstæður smábænda. Skógarhögg í þágu nautgriparæktar sem hefur verið talað í alþjóðapressunni, og þá aðallega útþenslu stefnu nýs forseta í Brasilíu inn á Amazonsvæðið, og síðan eru aðgengi að vatni, neysluvatni
og eins og þið vitið og hefur komið fram að þá er Chile eitt þeirra landa sem hefur einkavalt allt vatn, alla vatnsnýtingu. Þannig að það eru mjög mikið af spænskum og ítölskum fyrirtækjum sem eiga vatnsréttindin og selja svo á verði sem skilar arðið auðvitað til þeirra fyrirtækja sem umræður. Hliðarverkanir af þessu vatnsmáli svo þessi plastflösku menning sem að Coca-Cola græðir á í stórum stíl og það núna þessar mundir rosalega stór fláki, aðalega plastflöskum sem marar í hálfu kafi í Karabíahafinu fyrir utan strendur Honduras og verið að reyna að finna einhverja leið til þess að ná tökum á. En þannig að stóra myndin auðvitað þetta ójafna valdahlutverk sem ræðst af auðvitað peningafyrirkomulagi veraldarinnar að einhverju leyti og þessu hagnaðardrifna stór fyrirtækja menningu sem að út allan heim og við erum náttúrulega álverið núna hér allt í einu kemur upp sem hluta þessu sama sambandi. En það sem við þurfum að hafa í huga líka stærð Rómönsku Ameríku. Hún nær yfir 70 breiddargráður og þannig að þessi líffræðilegu fjölbreytileiki frá norðri til suðurs eru bæði alls konar loftslag og alls konar landslag og þessi líffræðilegi fjölbreytileiki sem að allt í einu verður að ríkidæmi sem að fleiri sjá í samhengi við alheimsmálin og kallar á. Í iðnaðinum þetta Las Maquiladoras ein af þessum fjölmörgu birtingarmyndum sem snýra konum. Maquiladoras hugtök í spænsku sem notað samsetningaversmiður og þær eru endalaust margar út allt. Mexíkó, norðurhluti Mexíkó ekki hvað síst hvað segir maður afkasta mikill á því sviði og þarna vinna konur í tugþúsundavís og breyta algjörlega félagsmynstri samfélagana sem þær koma úr því að mjög gjarnan þetta í fyrsta skipti sem þær fá innkomu og maðurinn þeirra enga eða pabbi og þær búa ennþá heima og þannig að valda jafnvægi kynjana á þeim svæðum þar sem að Las Maquiladoras hafa verið hvað mest reistar að annað fyrirbæri sem hefur breytt mjög stöðu bæði karla og kvenna. Í Brasilíu það bílaiðnaðurinn þar sem að samsetningaverksmiðjur evrópskra bílaframleiðenda eru í löngum í bara fyrir margar. São Paulo ein af þessum borgum sem lifir á samsetningaverksmiðjum, ekki bara evrópska fyrirtækja, japanskra líka. Og hvert ég komin? Annað námuvinnslan. Hún eins og þið vitið, ef þið hafið sum ykkar fylgdust með pólitík í Rómönsku Ameríku á 7. og 8. áratugnum þegar að vinstri stjórnir komu til valda og mistu svo aftur völdin, komu svo aftur til valda og eru núna í sumum löndum og öðrum ekki, þá tíðkaðist mjög að einkavæða námuvinnsluna. Hún var einfaldlega tekin af þeim sem að áttana, evrópskum fyrirtækjum, svo þegar stjórn var skipt stjórn aftur var þeim skilað. Þetta hefur einnig orðið til þess að virðing fyrir því eða langtíma áætlun það sem gert hefur skerst og hver og einn að reyna að fá sem mest út úr málunum með sem minnstum fyrirvara. En annað mál sem að skiptir máli gæðaeftirlit. Það eru erlend fyrirtæki, það eru lög sett heima fyrir, pressan á það að lögin séu ekki of íþyngjandi til þess að fyrirtækin geti komið inn og sett upp verksmiðjurnar, aðbúnaður eða stéttarfélög, starfsemi stéttarfélaga, mengunarvarnir,
náttúruvernd, orkuþörf, öll þessi togstreita, reipitóg sem ég kaus að kalla þarna á undan, hefur áhrif á það hvað verið að fást. Og það má ekki gleyma þessu ágæta fyrirbæri þegar að kemur að Rómönsku Ameríku og kannski öllum þróunarlöndum mútur og spilling og það engin undanskilin. Kennarar, þeim endalaust mútað og bara það að vera spænskukennari við Háskóla Íslands, þá hef ég fengið nemendur af suður-amerískum uppruna sem færa mér eitthvað. Dásamlegu nemandi frá Costa Rica sem kom með vínflösku og osta áður en var búið ekki skila einhvern fyrir lokaverkefni. Og ég sagði við að Miguel, lo siento, mér þykir þetta mjög leiðinlegt, þessu get ég ekki tekið við. Hæ? Þannig að, og það ekki einu sinni, það ekkert slæmt við þetta. Þetta hefð, þetta venja, þetta það sem tíðkast og þykir sjálfsagt að einhverju leyti. En það til samtök sem heita Transparency International sem að helgar alveg stóran hluta starfsemi sinni þessum ákveðnu viðfangsefnum og snýra því að reyna að kortleggja hvað að ræða. Hér örlítil samantekt hvað málin snýst, en eins og þið sjáu þá eru áskoranirnar og hörmungarnar sem alveg líta á þetta þannig, eru allt viðfangsefni sem hægt að vinna bug á. En til þess þarf aðalega tvennt, samstillt átak og ótrúlega mikið fjármagn sem að hefur ekki verið varið í þessa átt enn sem komið og það á ekki bara við Rómönsku Ameríku. En þær eru auðvitað nauðsynlegar fyrir framtíðina og ef til vill einhvern veginn mun takast að finna það fé eða beina því fé í þessar áttir. En svo ýmislegt sem vinnur á móti þessari hörmungasögu. Allir konum í skeifu og við erum alveg bara Jesus, það ekki við bjargandi, en það auðvitað ekki svoleiðis. Við verðum að hafa í huga þegar við fjöllum Rómönsku Ameríku að það ekki nema lítill hluti íbúana sem eða verður þræll neysluhyggju. Flestir nota almenningssamgöngur þegar að fara á milli staða, hafa aldrei komið upp í flugvél, hvað þá að þeir sigli á þorpum sem ganga fyrir olíu höf heimsins. Helmingur íbúana giska ég á kannski 2 skópur, kannski 3 spariskóna og þessar sem það notar frá degi til dags. 4 býr í húsnæði sem úr náttúrulegum efnum í leir eða timburkofum og þess vegna má auðvitað spyrja sig hvernig ætti allt þetta fólk að vera með einhverja sektarkennd eða taka til sín umræðuna náttúruvá. Og svo eru hinir, fólk úr efri stétt, milli stétt, sem auðvitað tímabært að vakna til vitundar og það að gerast. Og það sér maður meira og meira í stórborgunum. Það vottar líka fjöldi vindorkuvera í mörgum löndum álfunnar, sólarrafhlöður á húsþökum, jafnvel pínu litlum lerkofum eru sólarrafhlöður sem hafa þá verið gefnar í einhver þróunarverkefni, endurvinnslukerfi í borgum sem að byrja að verða til, vegatollar, fokdýr í bílskúrskjallarar og innan stjórnmála einnig ýmislegt að gerast. Umhverfismálaráðuneyti hafa verið sett á laggirnar og með því öðlast náttúran gjarnan einhverja málsvara og löggjöf sem verið að breyta. Perú til dæmis núna setja nýja löggjöf námuvinnslu og stöðu námuverkafólks. Stjórnvöld í Ekvador stóðust nýverið áhlaup þrátt fyrir klingjandi dollaraloforð það að leyfa aðgengi stóra skemmtiferðarskipa þessara sem fljóta hérna í Sundahöfn að Galapagoseyjum. Frumbyggja-hópar í Kólumbíu tryggðu fyrir skömmu að Texaco olíufyrirtækið fengi ekki leyfi og það gekk af því að bæjaryfirvöld eða héraðsyfirvöld stóðu við bakið á þeim og tóku þátt
í þeirri baráttu og síðan voru svo skemmtileg nöfn Zapara og Quechua indjánar í Ekvador stóðu annað eins áhlaup frá PetroChina sem kínverska olíufyrirtæki sem var búin að fá leyfi til þess að koma og gera tilraunir á landið þeirra eða þess að bora eftir olíu. Og síðan auðvitað vísind og fræðimenn sem ferðast þarna á einhverjum Land Rover jeppum sem að fást úr líka úr þróunarverkefnum ýmiss konar sem fara allt og halda áfram að kortleggja og finna bót á. En það eru líka sönglagatekstar, það eru alls konar listsköpun sem að eins og hér uppi sem að snýr að því sama. Hér á Íslandi var í nóvember argentínsk skáldkona sem kom og heimsótt okkur, Claudia Adolf, og síðasta bókin hennar fjallar þessa framtíðarsýn og hún setur hana upp á landamærum. Það er áin, silfuráin sem aðskilur Úrúgvæ og Argentínu og þar ekki lengur neitt vatn. Vatnið flutt á tankskipum frá Noregi og þannig að hún setur upp samfélag sem þá að takast á við þessar framtíðar áskoranir. Og svo má ekki gleyma aðgerðasinnunum. Hér í norðrinu eigum við Gretu Thunberg, Kanadamenn eiga Peltier sem 14 ára frumbyggjastelpa sem búin að berjast fyrir aðgangi að neysluvatni í mörg ár og nafn Bertu Cáceres sem ég sýndi ykkur hérna áðan kemur upp aftur og aftur og aftur. En baráttan fyrir þessu málefni alla álfuna dauðans alvara og eins og Global Witness sem önnur af þessum samtökum sem reyna og kortleggja auðvitað það svo að við vitum ekki, enginn veit nákvæmlega hvað liggur að baki dauð þegar finnst lík einhvers á víðavangi út í skógi en niðurstaðan þeirra bara fyrir árið 2016 að 200 umhverfisverndarsinna voru drepnir allan heim það eina ár. 49 voru frá Brasilíu, 37 frá Kólumbíu, 14 Honduras, 11 frá Nicaragua, 6 frá Guatemala. 40% af þessu fólki voru frumbyggjar. Og auðvitað þetta bæði karlar og konur en tölurnar fyrir Brasilíu skuggalegar. Á þessu reynda langa tímabili frá 2003 til 2015 talið að tæplega 500 manns náttúruverndarsinnar sem börðust fyrir að einhverjum hluta þeirra mála sem ég hef reifað hér að framan að létu lífið eða var einfaldlega fargað fyrir þá þáttöku. Og Brasilía á sérstaklega ljótasögu yfir það að fá að þessum málum rannsökuð og hvað þá að einhverju séu sóttir til saka. Og af því að Berta svona tákmynd þá kemur hún hér aftur því að það sem hefur verið tengt við hana og skiptir máli fyrir okkur hér í kynjaumræðinni það að hún gerir það sem að kallað á spænsku poner el cuerpo og það notað þetta stelpurnar sem núna á torgunum í Chile sem að í La Yeguada sem hreyfing ungra kvenna sem stillir sér upp á móti hermönnum og það nota líkamann. Það ekki með neitt. Það ekki með neitt í höndunum, það ekki með spjöld, það nota líkamann og líkaminn þeirra og það gerði Berta, hún stóð fyrir vinnuvélunum, hún gekk á milli, puso el cuerpo, hún notaði líkaminn í ákveðnum tilgangi og hafði ákveðið markmið í huga með þeim. Í dag finnast af henni alls konar myndir út allt og plakött, teikningar, söngvar af því að það vísa til hennar máls í varnaðarskyni og fyrir hina en líka sem baráttutæki. Það vísa til þess að hún fór alla leið, hún fór með líkamann sinn og þetta fræðsluhlutverk sem hún tók sér
og lét fyrir það lífið. Og kannski Rómverska Ameríka svolítið gerir úr því. Það, fólk sem að fórna sér fyrir málstaði verður gjarnan svona glorificados, næstum því, verða eins og alþýðu dýrlingar, eins og kollega mín Kristín Guðrún Jónsdóttir í spænskunni hefur skrifað um. En það eru auðvitað ekki bara konur og við verðum að hafa það í huga. Þessi heiðursmaður var drepinn fyrir rétt rúmi ári síðan, 2018 í lok árs og hann tilheyrir Mapuche-indjánum sem búa aðallega í suðurhluta Chile. Í þessari ferð sem ég vísaði til í nóvember að þá var nákvæmlega ár liðið frá því hann var drepinn og aftur voru plakötin á honum, myndirnar, húsavarpanirnar, haldið á lofti til þess einhvern veginn að pota í lögregluna. Það vita allir hver drapan en það hefur enginn verið lögsóttur fyrir það mál. Sama við í Brasilíu, í Mexíkó. Þeir hafa, og við auðvitað þekkjum málefni Mexíkó, aftur og aftur kemur upp þessi að mannslíf eru lítilsvirði. Síðan Ísidór var drepinn að þá eru bara, og það var núna það var í desember og janúar, það voru það sem kallaðir eru fiðrildakallarnir. Það voru 2 fullorðnir landverðir, myndum við kalla það á íslensku, sem voru að gæta skólendis, það sem sérstök tegunda fiðrildum kemur yfir hvað heitir það, púpurnar klekjast út, við kann ekki tungumál. Og fyrst fannst annar myrtur og síðan hinn núna í janúar. Þannig að það að berjast eða standa vörð náttúruna er lífshættulegt. Þau þarna hjónaleysin frá Kólumbíu voru tekin að lífi 2017 og þeirra mál var aftur þetta námugröftur og síðan barátta fyrir öðrum minnihlutahóp eða fyrir hönd annara minnihlutahópa sem eru afkomendur þræla í álfunni var þeirra helsta ástæða þess að þau voru einfaldlega tekin af lífi. Og úr þessum Rachel Cox frá Global Witness kemur þessi tilvitnun í þýðingu minni: fólki sem þora að láta skoðanir sínar í ljós verðum áfram beitt ofbeldi, fangelsuð og drepið. Ekkert virðist stöðva fyrirtæki, fjárfesta og ríkisstjórnir í því að sölsa undir sig land og náttúru auðlindir. Þannig að góðu fréttirnar sem ég vísaði til áðan voru frá Ekvador, meðal annars að það var búið að úthluta landið þeirra til námuvinnslu fyrir Shell af fyrrverandi forseta. Það var svo afturkallað nú fyrir skömmu fyrir þau fór í mál. Þau réðu sér evróska lögfræðinga, ég veit ekki hver borgaði kostnaði við það eða hvort það var gjafa lögsögn. Málið stóð frá 2012 til 2019 þegar niðurstaða fékkst. Og það eru fleiri góðar fréttir og það er auðvitað búið að samþykkja Parísarsáttmálann í flestum lönd af stjórnvöldum, ég veit ekki Súrínam, þess vegna get ég ekki sagt allra en flestra landa Rómversku Ameríku og þetta nota aðgerðasinnarnir auðvitað til þess að færa rök fyrir máli sínu og halda áfram baráttunni og geta þá vísa til sem skiptir máli til þess að mark sé tekið á. Mín rödd sem ein kona er greinilega ekki það sem að skiptir stóru máli. En andlit náttúru verndar baráttunar í Rómversku Ameríku eru mjög gjarnan konur og þeim er haldið á lofti og þær eru ítrekkaðar. En áskoranirnar eru óteljandi. Ég nefndi áðan auðvitað ágengi yfirvalda í Brasilíu og það er Bolsonaro forseti sem er
margir telja kraftaverk að sé ennþá á lífi, að sé ekki bara, hann hafi ekki einfallega verið ráðinn af dögum, en hann gengur ótrúlega fram og eitt af því sem hann gerði var að færa málefni frumbyggja úr sérstöku ráðuneyti sem hafi verið stofnað það yfir í ráðuneyti landbúnaðarmála, og þá breytist algjörlega áherslan á það að það landi sem þeir búa á sem skiptir máli en ekki fólkið eins og var í hinu ráðuneytinu. Og það auðvitað fleiri staða mála í Bandaríkjunum, og forseti Bandaríkjana núverandi hefur líka gert, og hrokatónninn í honum, þið afsakið mig ef að hér eru fylgismenn hans og konur, að hrokatónninn í honum hefur líka gefið öfgafullum gróða mógúlum rödd og bakland til þess að telja sig vera í góðri aðstöðu til að halda áfram á sínu vettvangi. Og ekki hvað síst að því Bandaríkin eru eitt stærsti innflytjandi vara frá Rómönsku Ameríku. En þessi heiðurskona, ég nefndi hana hér í upphafi, Patricia, hún hefur svolítið agitera fyrir þessum atriðum sem eitt af aðalmálunum sem konur sem í Rómönsku Ameríku rétt eins og hér fylla stéttir kennara, að þær hafi þá áskorun að mennta, auka meðvitund, samábyrgð og gagnkvæma virðingu. Að þetta sé einhver svona leiðarstef í starfsemi með börnum, með ungu fólki, og þetta sé eitthvað sem konur geta lagt af mörkum í þessa baráttu, og þessi algjörlega óháð stétt eða stöðu, hvort sem í borg eða út á landi. Og þannig að það sem konur gera, eins og þið heyrið af þessu, að taka ábyrgðina til sín, og stundum skortir eða reynslan segir þeim að það skil ekki árangri að fá karlana með sér í lið. Og kannski það líka ein af þessum veiku hlekkjum að þetta skiptist svolítið á milli, og leið og vonandi verður Amazonsvæðið ennþá svona árið 2500, að þá eru eins og þið heyrið margt sem þarf að gerast til þess að það geti gerst, og það eru eins og málin standi í dag mjög áberandi konur sem að vinna að því að það verði. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, mjög áhugavert og stundum fráleikjandi fyrirlestur. En nú höfum við tíma fyrir umræður, spurningar, endilega einhverju tækifæri til að hlupa hálfriði. Það og ég menn það eiginlega svona sjálfgefið
í tilfelli Rómönsku Ameríku. Og eitt svo gott dæmi það Rigoberta Menchú sem fekk friðarverðlaun Nobels 90 og hver mann það? 4 eða 6, já, einhvern tíma þá. Og Rigoberta Menchú talaði mæja, tungumál mæja sem krakki, lærði spænsku, það var belgískur, frekar hollensk var hún, mannfræðingur sem tók við hana viðtölin sem eru til á spólum, 9 gamaldags segulbandsspólur sem eru viðtölin sem tekin voru við hana. Svo vinnur mannfræðingurinn upp bókina, þannig varð meðvitund mín til. Me llamo Rigoberta Menchú, así me nació la conciencia, heitir hún upprunalega. Bókin kemur fyrst út á spænsku og bara enginn vissi mjög mikið af henni. Hún fór í einhverjum svona meðal kvenna eins og hér stendur og var lesin af miklum áhuga. Það fyrst þegar hún þýdd á ensku að heimsathyglin beinist af Rigobertu Menchú og hennar vitnisburður lesin allan heim. Þannig að, og þetta þarna að gerast milli 90 og 2000 sem að þetta, og þegar hún svo fer að seljast, þessi bók, og fólk fer að ferðast til Guatemala til að taka við hana viðtal, að yfirvöld heima fyrir fara og segja býtu, þessir þarna skrælingjar upp til fjalla, hvað? Hafa þau einhverja sögu að segja? Og þetta auðvitað það eru margar svona sögur frá Bólivíu, eða Altiplano sem hásléttan í Bólivíu, þar sem að fólk býr ennþá mjög, á íslensku þetta kalla frumstætt, við þurfum eiginlega að fara að finna nýtt orð, með frumstæðum hætti, rækta kartöflur. Það eru 72 tegundir af kartöflum ræktaðar í Bólivíu sem það yndislegasta sem ég veit. Það skrýtnustu eru kolsvartar. En þar hefur líka flætt inn fé til að reyna að hjálpa þeim að komast lengra með þessa, að fá meira út úr, þið veitir að blanda saman tegundum, hvað heitir þetta, það er til eitthvað orð, kynbætur, já, sem kemur utan til að fá fleiri kartöflur undan hverju grasi til þess að geta selta í borginni og fengi pening til að, og það já, sumt af þessu auðvitað svo spurning, þetta góðs eða ekki? Og hverju breytir það? Hvort þú átt 1 hatt eða 2? Konurnar ganga alla með alveg dásamlega svarta kúluhatta. Það málið? Það auðvitað. Já, en þetta og annað mál sem hefur auðvitað svarað þessu beint athyglin á kvennamorðin í Bólivíu, í Mexíkó. Þær hafa sendt samtök kvenna í norðanverðu Mexíkó, hafa sendt sendinefndir til Evrópu og Bandaríkjanna til þess að tala málið, til þess að stjórnvöld í norðrinu spyrji sín eigin yfirvöld, spyrji yfirvöld í Mexíkó af hverju ekkert verið að gera í málunum. Og það hefur virkað. En það tekur auðvitað langan tíma og á meðan liggja fjöldin allur í valnum. Voru þeir ekki að finna núna gröf 22 líkamar kvenna, allar höfuðlausar og enginn veit hvaðan úr landinu þær koma eða hvert þær fóru. Þannig að líf kvenna, líkami kvenna, sérstaklega eða mest áberandi kannski í Mexíkó, einhvern veginn búið að afskræma. Að því svo eiga þeir þessa ímynd af La Virgen de Guadalupe, sem hinn heilaga Guadalupe, Meyjan, sem að konur líka njóta stundum. En það fyrir eftir stéttastöðu. Hvernig það spilar saman. Fleiri spurningar? Mér langar aðeins að því þekkjum hópið. Hvernig vaknaði áhugið þín á Suður-Ameríku og þessum málum? Þegar ég var rétt rúmlega 20, var að vinna við að þrífa hótel í Noregi
og það var útsála hjá háskólabókabúðinni. Þeir seldu bækur eftir kílóum og ég keypti 1 kíló af bókum um Rómönsku Ameríku og 2 kíló af bókum frá Afríku. Og svo ætlaði ég alltaf að fara til Afríku en enda í Rómönsku Ameríku. Og síðan hefur þetta verið óstöðvandi. Já. Og það er bara sérlega góð spurning vegna þess að það var haldið í Brasilíu árið 2002 ráðstefna aðgengi að vatni og öll lönd Rómönsku Ameríku voru mjög á því að þetta ætti að vera í almenna eigu. Þessi nauðsynjavara ætti að vera í almenna eigu. En málefni Chile eru svolítið sér á parti þó að þetta hafi komið upp til umræðu mjög víða annar staðar. Og þá er það annars vegar vanhæfni yfirvalda til að sjá dreifingu, vatnsdreifingu, vatnskerfi, hvort sem er aðkoma vatnsinnrennsli eða frárensli. Og í þeim vanmætti koma boð að við getum nú alveg gert þetta, við kunnum þetta, við komum frá Mílano og bara ekki málið. Og síðan byrjar þetta sem hluti af þróunaraðstoð, alveg eins og Íslendingar hafa verið að gera líka annar staðar, í Afríku aðalega, frekar í Rómönsku Ameríku. Byrjar að hluta sem slíkt og síðan þegar tíminn sem til umræðu þegar honum lýkur, að þá er byrjað að rukka fyrir. Við þurfum nú að endurbæta hér og það þarf að borga 17 peso á mánuði fyrir það. Og Chile einkavæddi allt. Það er allt í einkaeigu í Chile. Og þeir hafa gengið einna lengst. Og forsetinn sem er núna, sem er einn hluti af þessum uppþóttum sem byrjuði í haust, sem er auðjöfur mikill og hann ætlaði að ganga lengra í að einkavæða. Þeir eru náttúrulega með rosalega stóra strandlengju, að einkavæða, veita aðgengi að náttúruauðlindunum, fiskinu, sem að þó hefur hingað til skilað einhverju ríkiskassan, að láta það af til að reyna að lokka inn fleiri erlend fyrirtæki. Svoleiðis að, já, okkur finnst þetta náttúrulega næstum því óhugsandi að svona sé gert, en þegar að ríki eða ríkisvaldið illa búið innviðum, skattakerfi, eins og við borgum hér bara nokkuð milljón í skatt á hverju ári, og í landi þar sem ríkir ekki traust til yfirvalda vill enginn borga skatta og gerir enginn, ef hann mögulega kann einhverja leiði til að gera það ekki, og þar að leiðandi ríkiskassin auðvitað heldur ekki vel búin, og svo kemur einhvern veginn þessi átök á milli. Spurningar? Kannski bara undirviti ég sagt einhver og kannski mjög áhugaverð erindi, en þessi tregða til að rannsaka mál, það af því að stoppar það bara í efstu toppum eða strax á lögreglunni, eða kannski auðvitað misjafnt eftir löndum og máli eða? Já og nei. Af því að til dæmis eftir borgarastyrjöldina í El Salvador, þá fannst núna, það var gerður friðarsamningur í El Salvador fyrir 10 árum síðan, fyrir 3 árum síðan, frekar en 4, að því tíminn líður svo hratt þegar maður komið 50, að þá fannst í kjallara vöruhús í San Salvador gríðarlegt gagna skýrslur allar pyntingar sem framkvæmdar voru í fangelsum borgarinnar. Og þá samt einhvern veginn
búrókrasían í löndunum er svo dásamleg að það þarf að skrá allt. Ef ég sem undirmaður, ég þarf að skila henni yfir manni mínum skýrslum þar hvað ég gerði í vikunni, annars fæ ég ekki útborgað. Og ef ég klippti neglur af 17 manns, að þá þarf ég að skila skýrslum það. Nú liggja 2 bandarískir háskólar og allir þeirra meistar og doktorsnemar að fara yfir þessi gögn og skrásetja þetta, því þetta er á svona gulnuðum pappís miðum og svo leysað sko það að rannsaka ekki kemur líka í veg fyrir að þetta sé nokkuð tíman til. Og þess vegna sagði ég þegar tölurnar í Brasilíu segja að 477 voru drepnir á þessu tímabili. Það gæti alveg verið sko 1477 af því að gögnin, sagnfræðilegu staðfestingarnar eru ekki endilega fyrir hendi. Og þannig að þetta getur verið bæði leið til að fela, en svo eru þetta náttúrulega bara í mörgum tilfellum yfirhylmingar. Af því að mótmæli, ef þau standa lengi og eru ítrekuð, verða eins og bögg, hvað er gott orð íslenskt fyrir bögg, og þú bara reynir, ef þú ert hinum megin við borðið, að þá bara getið ekki þakkaði niður í sagnfræðingnum þannig í rauðu pissunni. Þetta er ótrúlegt hvað hún getur eitthvað sko verið íþyngjandi. Og þetta er bara því miður, fólk er rutt úr vegi. Og meiri sé að kunningakona mín, kostaríkunsk skáldkona Anna Cristina Rossi, sem skrifaði bók sem heitir La Candoca, sem er svæði í Costa Rica þar sem kemur franskt fyrirtæki og byggir lúxushótel með loforðum, fráleiðslukerfi, endurvinnslu á öllu sorpinu og úrgangnum og á mörgum þjóðgarðar sem er á Karíbahafsströndinni. Svo kemur auðvitað í ljós að það var ekkert að þessu gert. Það rann bara allt skorpið og skíturinn bara beint út í þarna baðströndina í þjóðgarðinum og hvað annað. Hún skipti nafn og flutti til Nicaragua í nokkra mánuði, kom aftur heim og flutti sig úr San Jose til annarar borgar í landinu vegna ofsókna. Og Costa Rica hefur ekki ímynd þess að vera land við þekkjum fólk sem ferðamenn, af því það eru þjóðgarðar, af því mál er í lagi, af því umhverfismál eru til fyrirmyndar. Vindorkuverin sveiflast þarna upp á fjallstoppunum með glæsibra. En það er samt einhvern veginn þetta, og konurnar, auðvitað er eins og ég sýndi ykkur líka, þetta er ekki bara konur, en einhverja hluta vegna eru þær, maður fóru náttúrulega ekki að segja svona, auðveldari bráð eða minna virði eða að málosa sig við þær frekar. Þetta hljómar auðvitað grimmt og eru auðvitað ekki alltaf svoleiðis. Svo eru auðvitað innan lögreglunar, svo ég sé nú ekki bara hérna að mála skrattan á vegginn, að það eru auðvitað líka hreyfingar sem berjast fyrir. Það voru svo strákar hreyfing innan úr háskólanum í Costa Rica sem voru í námi í lögfræði, sem tóku upp þessi mál og fylgdu eftir þessu Candoca rannsóknarverkefni og fylgdu því úr hlaði. Fyrirtæki var lögsótt. Það er núna búið að loka lúxushótelinu sem er heldur ekki betra því að nú stendur allt byggingarnar eftir ónotaðar og enginn á fé til að reka það, svoleiðis að það er svona pluss mínus í öllum málum auðvitað. Einn spurning að lókun. Já. Já.
og ég ákvað alveg bara, að því eins og ég sagði ykkur í upphafi, ég átti mjög miklum erfiðleikum hvaðan ég ætti að koma inn í umræðuna, af því svo alveg orðið til þetta fyrirbæri hugtak ecofeminism, feminismo ambiental að kalla á spænsku, og það alveg fræði heimur að verða til í kringum það sem að skoðar það að konur og náttúra eru tengt svona sterkt saman eða náttúruvernd höfðar svona sterkt til kvenna, þetta hvað heitir essentialismo, já, eðlishyggja, eða þetta hugmyndafræðilega, félagsfræðilega, samfélagslega áherslur sem að umræðir, og Ni Menos verður auðvitað til eða hugtakið út af einni ákveðnu stúlku sem hvarf, sem hafði verið í mannsali eða verið seld mannsali, hverfur svo, finnst svo, og þá kemur þessi hreyfing upp, og hún sterkust í Argentínu en sem sagt út alla álfu þessar mundir, og málin eru þessi glæra hér á portugalsku reyndar kemur inn á konstitúsjón sem stjórnarskráin, að stjórnarskrá landana, það mjög víða krafan það þær séu endurritaðar, því að náttúran þar ekki með, þær eru gamlar, úr sér gengnar, náttúran ekki hluti sem tekið til inn í stjórnarskránum, og það einhvern veginn aðskilið þessir mannlífið og opinbera lífið, en að náttúran sé einhvern veginn ekki hluti af hvoru tveggja og tengi þetta tvennt. Svoleiðis, og Ni Menos sem eru borgarstúlkur alla jafna, mikið af menntakonum. Argentína býr að stórri millistétt, vel menntaðri stórri millistétt, og þar eru konur sérlega öflugar, og þær hafa tekið þetta svona fræðilegar heldur en víða annar staðar. En uppþötun í Chile fyrir rúmu ári síðan, þegar konurna þar fóru út á torg sem kom ekkert hér í fréttum, svo 100.000 skipti, og var eiginlega svona grunnur sem lagði fyrir mótmæli núna í október-nóvember. Þær voru allar í góðri reynslu og vera fremstar, af því að í gömlu mótmælunum sem ég var vitni af 70-80, það voru alltaf strákar fremst, svo komu aðeins lærri, og svo komu massin, konurnar og eldri borgararnir og það var alltaf, þegar maður var að massera eins og í Buenos Aires í Galanda, það var líka ungi strákar sem voru sikkoru megin, þannig maður var svona inn í varnar einhverju. Það alveg úrelt í dag, nú eru stelpunar alveg jafn öflugar fremst, og með El Palo sem svona kústaskaft stungið í buxnastrengin niður, sem maður getur gripið til ef að löggan kemur, og maður getur lamið á í hnén, og þá detta þeir. Svoleiðis að, en þessar hreyfingar auðvitað eru blanda saman, að þetta verður ekki aðskilið. Kynferðisofbeldi eru þær beittar konurnar sem teknar eru til fanga, og inn í fangelsunum, lögreglustöðvunum, það bara tíðkasta, því miður, og einhvern veginn hluti af því að vera varnarlaus sem kona, og það bara gerist auðvitað í svona samfélögum þar sem átök eru viðvarandi, og þá gerist það bara svoleiðis hluti. Ég láti það bara vera lúka orðin. Nei, ég það. Takk ykkur fyrir komuna. Takk hótið eftir Ég minna á næsta fyrirlestur sem verður 5. mars.
Þá mun Auður H. Ingólfsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur, flytja erindi loftslagsbreytingar, kynjajafnrétti og þróunarsamvinnu. Það eru líka bæklingar hérna frammi.